Já, góðan daginn og verið velkomin í Hina Reykjavík, þáttinn þar sem við tölum við fólk og málefni sem oft rætt ekki í meginströms fjölmiðla. Með okkur Sönnu í dag hún Birna Eik Benediktsdóttir og við ætlum að ræða feminisma, sósíalískan feminisma og kannski bara svona hvaða málefni brenna á feministum núna. Góðan daginn, Birna. Góðan daginn, Daniel. Takk fyrir að bjóða mig velkomna hérna. Já, takk fyrir að koma. Hvað sósíalískur feminismi? Sko, sósíalískur feminismi, grunnhugsunin auðvitað jafnrétti, eins og í bara öllum sósíalisma. Það sem við eigum við með þegar við tölum sósíalisma feminisma að þá beinum við sjónum okkar sérstaklega að því misrétti sem kynjamisrétti sem innbyggt í kapitalisma. Og að kapitalismin í rauninni kerfi sem byggir á mikilli kúgun annarra kynja en karlmanna. Þannig erum við svona aðeins að skilja ykkur frá bara þessum almenna sósíalisma með því að hafa fókusinn á þessi atriði. Já. Þannig að það er ekki helsta markmið sósíalískra feminista að fjölga konum í stjórnunarstöðum þá eða? Nei, en það er ekkert endilega takmarki í sjálfu sér. Takmarki þetta frekar að jaðarsettar konur. Af því það þetta sósíalismi snýst þetta það að við sem höfum verið jaðarsett fáum jöfn tækifæri við borðið og fáum í rauninni að koma að borðinu yfir höfuð. Þannig að sósíalískur feminismi snýr meira að því að beina sjónum að jaðarsettum konum. Líkt eins og Sólveig Anna hefur verið að gera með erlendum verkakonum á Íslandi. Þetta eru jaðarsettar konur í íslensku samfélagi og okkur í rauninni bera skylda til þess að standa allar saman að því að reyna að fá að komast að borðinu. Sanna. Konur í stjórnunarstöðu, þær eru nú þegar við borðið. Þetta bara, þær eru við borðið í kapítalíska kerfinu og það virðist ekkert alveg lyfta konum á jaðrinum upp. Akkurat. En ef kæmi bara... Takk fyrir. Ef við kæmi bara nýja borðinu og Ísland, það svona þekkt sem svona mikil jafnréttisparadís. Ég meina, það margt mjög gott sem hefur átt sér stað hér á landi og ekki talað að sigrar, þeir hafa verið miklir hér og þannig að ef ég bara veist ekki neitt hvað það feminismi hér á landi og hver þá, af hverju þurfum við sósíalískan feminisma og hver munurinn á því og bara feminisma. Ég meina, er ekki mikið jafnrétti hér á Íslandi og af hverju þurfum við þessa tegund? Hvað svona... Þetta mér bara, þetta frábær umræða og hún í rauninni getur orðið ótrúlega löng. En feminismi þetta, skilgreiningu orðinu feminismi jafnréttisbarátta. Og í rauninni ertu feministi ef þú sér að jafnrétti hefur ekki verið náð og þið langar að gera eitthvað í því, þá ertu í rauninni feministi, alveg sama hvað þið langar að kalla þig. En svo þetta til, alveg eins og innan allar annarar hugmyndafræði, þetta til ákveðnar svona blokkir, ákveðnar áttir og það til feminismi sem til dæmis útilokar hinsegin fólk. Það til feminismi sem fókuserar einmitt á það að koma konum í stjórnunarstöður og það sé ákveðin lykill að jafnrétti að koma konum í stjórnunarstöður. Það sem sósíalískur feminismi gerir frekar að við einblínum á kerfið og hvernig kerfið sem við búum við heldur kynja misrétti. Og það alveg sama hversu mörgum konum við náum að ýta upp fyrir línuna, þá erum við samt í þessu kerfi. Og kerfið fastheldur okkur í misrétti. Það þetta kerfi til dæmis sem að leggur minna mat á störf kvenna heldur en karla. Það þetta kerfi sem að lækkar til dæmis laun í læknastéttinni bara í takt við hversu margar konur sækja þangað inn. Þannig að fókusa á þetta efnahagslega óréttlæti til dæmis. Já, og þetta svona kerfislæga misrétti sem að liggur í rauninni kapítalísku samfélagi að því að sigur einnar konu náttúrulega frábær fyrir hana og vonandi mun hún þá aðstoða fleiri á stað en hann breytir ekki kerfið. Feminískur sósíalismi, hann snýst það. Okkur langar að breyta þessu kerfi.
Það alveg jafnrétt á Íslandi, en hinsegin fólk samt bara með 54% réttinda annars fólks á Íslandi. Það rúmlega helming. Og þetta líka sko þegar vera að tala eins og jafnlaunavottun og alls konar svona og það vantar alltaf stétt inn í. Það ekki verið að skoða til dæmis, láglauna stöður í samfélaginu og þessar hefðbundna kvennastéttir þar sem sem halda samfélaginu gangandi eins og í þrifum, umönnun að það eru Við fengum að sjá núna. Við fengum að sjá þetta í COVID. Hverjir halda samfélaginu gangandi? Hverjir vinna í skólunum og leikskólunum og hjúkrunarheimilunum og bráðamóttökunni? Konur eru í meirihluta í þessum stöðum og það ekki hægt lengur að segja okkur að það sé vegna þess að karlmenn séu ekki umhyggjusamir eða að karlmenn njóti þess ekki að kenna. Við vitum alveg að við mótum börnin okkar á mismunandi hátt eftir hvort þau eru stúlkur eða drengir. Við hrósum stúlkum og drengjum fyrir mismunandi hluti. Við erum alla ævi barna að móta þau í samfélagið okkar. Hvort sem við vitum af því eða ekki. Ekki bara við, sjónvarpsefnið, leikföngin, hinn börnin á leikskólanum, allt samfélagið. Það ekki tilviljun að konur fari í þessi störf. Það ekki líffræðilegt að konur fari í þessi störf. Sósíalísku feminismi til dæmis líka, nú gerist það á sjúkrahús á landsbyggðinni, að allt ræstingafólk og þvottafólk rekið sem hefur unnið þar langan tíma af því að það búið að útvista verkefnin. Og þá einkafyrirtæki sem tekur það yfir. Einkafyrirtæki gefur út að þau vilji ekki umsóknir frá fólkinu sem að reka. Það ætlar að koma með sitt eigið fólk og nú frekar að keyra þvottinn til Reykjavíkur sem tæp klukkustund heldur en að sinna þessu á staðnum. Af því að einkafyrirtæki getur gert þetta fyrir næstum því helmingi minni pening. Hvað segir það? Hvernig gengur það upp? Ég meina, þú veist. Hvað þessi sparnaður að koma? Ég var að segja okkur, þetta að sjálfsögðu gera það sem ennþá má nota starfsmannaleigur. Þannig að það alveg hægt að gefa sér að þarna sé verið að spara ansi mikið í launakostnaði. Bara það að þeir vilji ekki áfram starfsfólk sem hefur unnið við þetta árabil og með þekkingu og reynslu sérstaklega eftir COVID. Það var heilmikil þekking í að þrífa umönnunardeildir til dæmis og fullnægjandi sé. Þau vilja geta fólk inn. Og þetta bara að gerast á Heilbrigðisstofnun Suðurlands. Og þetta fær bara að gerast. Mér finnst rosalega athyglisvert raunverulega hvað það hefur engin umræða orðin þetta. Sko. Þetta einhvern veginn sussa, hverfur í jarðskjálftana? Já. Það svoleiðis? Það ekkert annað sem gerist. Svo það líka svoleiðis að konurnar sem að verða fyrir þessu, konurnar sem að missa þarna vinnuna sína og lífsviðurværi eru fyrst og fremst erlenda konur. Og þær eru raddlaus hópur á Íslandi. Þær eiga hreinlega bara ekki nógu sterka málsvara til þess að þetta veki næga athygli í fjölmiðlum. Það auðvitað forkastanlegt að við séum bara til í að það sé bara hópur borgar á Íslandi sem eigi sér ekki málsvara. Það eitthvað sem að sósíalískur feminismi ekki til í að gúddera. Nei. Og hvað þú veist, hvað myndi sósíalískur feministi vilja gera til dæmis í þessu máli? Þú veist, hvernig var ráðast á þetta? Ég náttúrulega privat og persónulega, nú get ég náttúrulega ekki talað fyrir alla sósíalíska feminista, en ég veit að ég og mörg mín skoðanarsystkini, við náttúrulega starfsmannaleigur eru eitthvað sem ætti ekki að vera til. Starfsmannaleigur miðast í rauninni bara að því að hámarka gróða og lágmarka launakostnað. Og meðan við erum að reyna að færa rök fyrir velferðaríki og færa rök fyrir því að allir eigi rétt á framfærslu, þakki yfir höfuðið, mat á borðið, heilbrigðisþjónustu og menntakerfi, þá getum við ekki stutt svona leigu meðferð á verkafólki. Það er bara ekkert, það er ekki hægt að styðja, það er ekki hægt að færa rök fyrir því siðferðislega að þetta sé í lagi. Og meðan að við vitum, það er ekki svo ræstingafólk og þvottafólk á almennu sjúkrahúsum sé hálaunafólk. Með þessari aðgerð er verið að spara, það verið að lækka lægst launuðustu stéttana. Og það er löglegt. Það er bara svolítið rosalegt. Þarna værum við til að breyta þessu kerfi og gera þetta hreinlega óheimilt.
algjörlega, og takmarka þessa endalausu útvistun sem á sér stað hérna í opinberu kerfum okkar. Já, takk úr einu vasa og færi hinn og kalla það sparnað og svona. Já. Sanna, hérna, nú þú líka yfirlýstur feministi. Hvað svona þitt take á til dæmis þessu máli? Mér finnst alveg rosa skrítið að þetta hafi ekkert frést. Það er lítið. Já, náttúrulega, sko, sem sósíalískur feministi sjálf, að þá, sér maður alltaf heiminn þannig að fólki með valdi er náttúrulega að reyna að halda valdastöðu sinni. Þannig að allar svona raddir sem að svona myndi hrófla við því er ekkert eitthvað jákvæðar til að keep the business going, svo ég sletti. Þannig að náttúrulega okkar markmið sem sósíalískir feministar myndi ég náttúrulega halda að væri svona dálítið að tryggja að fólk sem að svona hefur ekki komið að ákvarðanatöku fá að koma að ákvarðanatöku í sínu lífi. Og náttúrulega það er alls ekki jákvætt ef að þú allt í einu ert einhver að hætta að missa vinnu, starf, heimili út af því að þú getur ekki verið að tjá þig aðstæður, út af því það er verið að útvista, út af því það er verið að halda kostnaði lágmarka því að það skilar hagnaði fyrir vinnuveitendur. Og þarna verðum við líka að skoða þætti sem að koma inn í eins og til dæmis alla þessar svona félagslega stöður sem að móta veruleika fólks og veruleika kvenna, að konur er ekkert einsleitur hópur. Þú veist, við þurfum að skoða uppruna, við þurfum að skoða efnahagslega stöðu eins og þegar við skoðum uppruna, er þetta einhver sem að kann tungumálið, er þetta einhver sem að er með tengslanet hér á landi, er þetta einhver sem að getur leita til tengslanetsins ef að viðkomandi missir starfið sitt. Alls konar svona þættir sem að það er ekkert allir eitthvað meðvitaður hérna á Íslandi ef þú bara býr hér og getur bara fengið lán hjá mömmu og pappa og getur fengið að krassa á sófanum ef þú missir vinnuna þína. Þannig að það er alls konar svona sem við þurfum alltaf að vera meðvituð þegar við erum að skoða stöðu fólk sem að missir vinnuna, stöðu fólk sem að upplifir rasisma, stöðu fólk sem að upplifir útlendingaandúð. Þetta er allt þættir sem við þurfum að taka með inn í reikningin og ekki bara eitthvað, konur upplifa að það sé mismunun gegn þeim af því það eru konur. Þú veist, konur upplifa líka þessa mismunun út af því að þær eru erlendar, út af því þær eru fátækar, út af allri þessari jaðarsetningu. Þannig að þetta er dálítið eins og ég sé þetta. Þetta var ótrúlega flott samantekt. Það var virkilega flott samantekt. Sannlega góð í samantektum, sko. Það er þessi láglaunastefna sem er eitur í okkar beinum. Af hverju kemur fjárhagsráðherra og talar að það verði að skoða samhengi verðbólgu og launahækkana þegar verið að ræða að hækka lægstu launin. Af hverju hefur það meiri áhrif heldur en hækkun launa þingmanna til dæmis? Það er aðeins svona hlutir sem að þetta er stefna, þetta er pólitík, þetta er ekki lögumál, sko. Nei, nákvæmlega. En hvernig breytum við kerfinu? Við það kjósa sósíalista. Algjörlega. En ég er svona, maður er verið að velta þessu fyrir sig, varðandi sko, svona jaðarsetningu erlendra. Þetta er góða leið, þetta er allt heimilislegt hérna. Mamma tala um það. Hvernig getum við bætt kjör þessa fólks og þá dettur mann í hug sko kosningaréttur. Þú veist, væri það ekki, þú veist, þurfum við ekki að gera það einhvern veginn þannig að fólk sem hefur búið hérna ekki lengi hefur tækifæri til að kjósa eins og til Alþingis. Þá myndu stjórnmálin svolítið neyðast til að tala meira þeirra málefni, sko. Það er rosalega stór hluti fólks á Íslandi sem að hefur enga rödd. Einu kosningarnar sem mega taka þátt í er sveitarstjórnarkosningarnar. Það eru kannski ekki endilega að fara að breyta öllu. Hafið þið einhverjar pælingar svona hluti? Sko, ég held að við sem hópur sósíalískir feministar höfum mismunandi viðhorf gagnvart þessu. Ég held að þetta sé ekki eitt viðhorf gagnvart þessu. Ég, prívat og persónulega, mér finnst áhugavert að skoða hver hagnast á því að fólk sem til dæmis hefur búið í landi í 5 ár eða 10 ár hafi ekki kosningarétt. Hverjum er það að þjóna að standa svona tryggan vörð kosningarétti? Af því við vitum alveg, ef það flytur einhver til Íslands og kannski búin að vera hér í vinnu í 10 ár,
það ekki eins og viðkomandi sé ekki búin að leggja eitthvað til samfélagsins. Og þá mjög órökrétt að viðkomandi, sko, finnst mér órökrétt að viðkomandi hafi enga rödd og geti ekkert sko, lagt að borðinu. Það þjónar auðvitað þeim sem valdið hafa að standa vörð þennan kosningarétt. Þannig það endilega, finnst mér mjög áhugavert að skoða af hverju þetta er nefnilega svona víðar. Þetta er nefnilega svona, meiri sér þannig eins og í Danmörku, að Danir flytja úr landi, þá ekki bara mega þeir ekki kjósa í landinu sem þeir eru í, þeir mega heldur ekki kjósa til danskra alþingiskosninga. Já, vá. Eins og við megum. Þannig að það er staðinn vörður kosningaréttin víða. Og fólk kannski gleymir aðeins hvað það er mikilvægt tæki í réttindabaráttu. Er þetta ekki líka þannig að þú þarft að hafa verið samfleytt á landinu? Ég held að það sé nú búseta, samfleytt búseta. Þannig að þú mátt alveg hafa farið í heimalandi í frí, sko. En samfleytt búseta held ég, sko. En ég meina, hérna færið ekkert að kjósa til alþingis nema þessu ríkisborgar. Og það er bara, eins og við vitum, getur verið erfiðleikum bundið fyrir fólk að fá ríkisborgararétt. Ég held sko, mér finnst ef að fólk hefur búið þarna mjög lengi og það er að taka bara virkan þátt í samfélaginu og búið að gera það í langan tíma, þá auðvitað að fá eitthvað að segja það hvernig samfélaginu er stjórnað, en ég held að sé mjög skiptar skoðanir á þessu og bara mikilvægt að sé þessu öllu saman alltaf er að fólkið með reynsluna að því hvað þurfa að bæta að fá eitthvað það að segja, að það sé ekki bara einhver annar eða við eitthvað að móta einhverja stefnu það og ég held að það sé oftast bara leiðarljósið hjá okkur, svolítið svona heyra hvað það er sem þarf að laga og hvernig þurfa að laga það, en náttúrulega leiðarljósið í þessu sé alltaf svona hvar þarf að bæta og oft sko, eins og ég hef skynjað með feminisma, þetta svona svolítið sko, þegar maður að benda á að eitthvað sé feminist málefni, að þá svona, já, nei, þetta bara tengist fátækt, þetta er eitthvað sem sér umræða og maður svona, já, herði, það er fullt af konum sem eru núna komnar með örorkumat út af örugglega bara láglaunastefnu, af því að þær eru bara búnar á því og hvernig er það ekki feminist málefni ef að stór hluti kvenna eru komnar með örorkumat út af því þær eru bara gjörsamlega að örmagnast. Að þá einhvern veginn sko má ekki aðskilja þetta og segja sko, já nei, þetta bara tengist vinnumarkaðsaðgerðum, þetta er ekki eitthvað feminist málefni og alveg eins með rasisma, ef það er einhvern veginn verið að tala sko viðhorf sem að konur fá út af hvernig þær líta út eða hvernig þær eru svona kyngerðar út af útliti eða hvernig þær komið fram við þær út af því hvaðan þær koma eða hvernig þær litið niður á þær eða eins og við sáum í MeToo sögunum af erlendum konum. Ég meina þetta er auðvitað feminist málefni. Þetta er sósíalískur feminismi þarf að líta með til stöðu kvenna út frá þessum vinklum. Það er ekki hægt að segja einhvern veginn bara eitthvað svona já, málefni erlendra kvenna er eitthvað bara sem að innflytjenda stefna þarf að taka fyrir. Þetta er allt feminismi. Ég held að þetta sé einmitt rótin af því sem að Danni var að spyrja áðan, þetta hvað aðskilur sósíalískan feminisma frá mainstream feminisma, það er þetta að sko, það er engin jaðarhópur fyrir utan sósíalískan feminisma. Það er engin jaðarhópur sem sósíalísku feminismi nær ekki yfir. Mér finnst það svolítið grundvallaratriði. Að það eru engin mannréttindi minna mikilvæg mannréttindi. Þannig að mér finnst það eiginlega svolítið svona rauði þráðurinn og það í rauninni er það sem að gera mig frekar að sósíalískum feminista heldur en að ég fylgi svona mainstreaminu. Það er þetta að sko pláss fyrir raddir allra og einmitt að leita eftir þekkingunni þar sem hún er. Og líka ekki að svona lean in, nú er ég að hugsa bók, hún ekki Sheryl Sand, ég man ekki hvað hún hét, einhver sem vann hjá Facebook og hún var alltaf að tala að halla sér að þessari kallamenningu, að svona ganga inn í þessa menningu til að klífa upp metorstiga. Það er náttúrulega bara til í kynjafræðinum hugtak styðjandi kvenleiki eða supportive femininity sem er í rauninni
bara það þegar að konur taka á sig það hlutverk að styðja við feðraveldið og þetta er bara þetta er stúderað efni og þetta er alveg til og oft þurfa konur að samsama sig þessu karla kapitalíska kerfi til þess að ná að klífa stiganum mitt og þess vegna mitt það ekkert endilega að breyta einhverju miklu fyrir jaðarsettar konur ef að kona kemst einhvers staðar til valda af því að hún þá kannski búin að þurfa að samsama sig þessu karla kapitalíska kerfi og þetta er ótrúlega áhugavert að skoða þessar kenningar og þessar rannsóknir sem gerðar hafa verið styðjandi kvenleika af því að það er ekkert hægt að segja að sko feðraveldið sé bara kallar. Feðraveldið er menningin og við erum öll í þessari menningu. En svo eins og við tökum bara smá dæmi, Kamala Harris, varaforseti. Fyrir mig sem brúna konu, þá bara ég fagna því að það sé brún kona, svört kona sem er varaforseti Bandaríkjanna. Af því að það sem að við höfum fengið að sjá í gegnum sjónvarp er að svart fólk getur ekki komist til valdastöðu. En á sama tíma þá er ég ekkert eitthvað endilega að fagna því að einhver sem hefur verið að stunda hennar pólitík sé í þessu embætti. Þannig að maður er auðvitað gagnrýnin á það sem að einstaklingar gera. En þetta er alveg, þetta er alveg svona dálítið flókið stundum, sko. En ég meina það eru núansar í lífinu. Þú veist, það er bara núansar í lífinu, eins og þetta. Við veist þetta ótrúlega vel orðað hjá þér, skilur við, þú veist. Það er bara þannig, það eru núansar í lífinu. Þetta er alveg flókið dæmi átt. Já, hérna eru svona önnur málefni sem eru að brenna á feministum þessa dagana. Hvernig, hvað er að frétta? Sko, mann langar alltaf bara alltaf að segja alltaf létta, skiljum við. Af því að lífið á að vera leikur og allt það. Og svo bara er lífið ekkert leikur. Aðal málefni sem brenna þetta á feministum þessa dagana, það eru þetta, þú veist, framvarasveitir íslensks samfélags í kórónukreppunni. Þú veist, þetta er náttúrulega, þetta eru konur og að auki þá þegar fólk fer heim að vinna, þeir sem geta unnið heimana frá sér, þá eru konur líka að sinna heimilinu og eru svo kannski líka að vinna heimana frá sér. Og jafnvel að kenna börnum heima sem ekki verið í skólanum. Við höfum verið heppin á Íslandi, hér hafa skólarnir geta verið opnir ótrúlega mikið. Það hefur ekki verið þannig allsstaðar og sem álíka benda á að börn í framhaldsskólum eru börn og þurfa mörg mikla aðstoð með sitt nám og þetta er núna að lenda meira á konum. Allar rannsóknir sem gerðar hafa verið á fyrri kreppum, heilsufarskreppum, pláum og svoleiðis, hefur alltaf sýnt bakslag í jafnréttisbaráttu. Bara í öllum pláum kemur alltaf bakslag í jafnréttisbaráttu. Nú vitum við þetta, það er búið að gera á þessu rannsóknir, við vitum að þetta er staðurinn, þá finnst mér að við eigum að vera aðeins betri í að passa okkur á því að þetta gerist ekki hér. Við finnst við eigum að geta aðeins undirbúið okkur til að koma í veg fyrir þetta. Að sparnaður til dæmis komi þá ekki niður á kvennastéttum, að vinnumarkaðsaðgerðir séu ekki bara karllægar til dæmis. Við ættum að geta verið að gera betur. Við erum komið með reynslu og höfum þekkingu og ættum að geta gert betur. Hvað er hægt að gera til að til dæmis, nú er ég bara fabúlera, þú veist, til þess að nú ætlum við að fara í gang aftur, vinnumarkaðsaðgerðir, hvað getum við gert sem að hendar konum betur eða, þú veist, þessi, já. Já, það sem er áhugavert að skoða, það er til dæmis, það er ekki hjúkrunarfræðinga skortur í landinu. Það er bara skortur á hjúkrunarfræðingum sem eru tilbúnir að slíta sér út fyrir sem sagt allt of lág laun og óhentugan vinnutíma eða allt of mikinn vinnutíma. Það er skortur á þannig hjúkrunarfræðingum, það er ekki skortur á hjúkrunarfræðingum. Sama gildur um leikskólakennara. Það er til fullt af fagfólki. Fagfólkið er bara ekki að vinna við fögin sín vegna þess að þeim er ekki búnar aðstæður þannig að þau geti bara séð fyrir fjölskyldu sinni með þessari vinnu. Það er náttúrulega þess að grunn svona húsnæði, tekjur og skoða þessa þætti og hvar kreppir að. Og það hefur lengi verið talað láglaunastörf. Ætti það að vera eitthvað í okkar orðabók og við vitum láglaunastörf bitna náttúrulega helst á konum en ég meina eins og ég sé þetta þá náttúrulega sósíalísku feminismi að uppræta
uppræta svona áréttlæti í garð þeirra sem upplifa það, þú veist, það ekkert eitthvað bara fyrir konur, ég sé það ekki þannig, en þannig ég held að það sé dálítið það, þú veist, núna náttúrulega tíminn, stjórnvöld eru dálítið að tala svona, já, við ætlum að taka á okkur höggið og við ætlum bara að taka lán til þess að enginn einhvern veginn verið skilin eftir og eitthvað svona, þú veist, þetta þá ekki tíminn til þess að einmitt fjárfesta í húsnæði svo enginn sé skilin eftir á götunni, þú veist, þetta ætti tíminn að hafa verið bara þegar að fólk var heimilislaust og enginn hefði þurft að vera á götunni, ekki að þetta sé eitthvað tíminn til þess að gera betur, því að þau hefði náttúrulega átt að gera eitthvað, en þú veist, já, gegn heimilisleysi, alls konar svona. Já, en þegar núna, þegar það eru rosalega margir atvinnulausir og manni dettur einhvern veginn alltaf í hug, þú veist, að byggja mikið, fara í framkvæmdir, vegaframkvæmdir, innvegaframkvæmdir. Hvernig byggjum við upp störf sem að, ég veit ekki, henta konum betur? Hvaða aðgerðir getum við farið í þar til dæmis? Sanna eða Birna, þér á því? Já, sko, mér finnst í rauninni kerfi sem henta konum betur, útrýming láglaunastefnunnar eitthvað sem myndi henta konum betur og það þarf aðeins að passa að, þú veist, það hendi konum betur, þessar konur, sko, þær eru líka fyrirvinnur heimilir sinna. Ef við útrýmum láglaunastörfum, þá erum við komin langleiðina með að útrýma barnafátækt til dæmis. Og barnafátækt er bara orð sem ætti ekki að vera til. Þú veist, börn hafa engin áhrif á aðstæður sínar. Þau eru varnarlaus fórnarlömb í aðstæðum sínum. Við eigum að gera betur sem samfélag. Mér finnst, sko, í mínu hjarta er grundvallaratriði að útrýma þessari láglaunastefnu, af því að hún viðheldur svo svakalegri jaðarsetningu, af því að fólk sem er niðurbrotið og að niðurlótum komið og vinnur myrkrunum milli fyrir launum sem ekki sjá fyrir þeim, þetta er fólk sem að, sko, þó það hefði rödd, þá gæti það ekki notað hana af því að þau eru uppgefin. Þetta hef ég prófað á eigin skinni og það er ekki séns að maður taki þátt í samfélagsumræðu þegar að þú ert í þessum aðstæðum. Það eina sem kemst að hjá þér, það er geti skrapað saman fyrir lítri mjólk út af seriðástöðu á morgun. Það að halda fólk í þessum aðstæðum, sko, getur ekki verið annað en, sko, pólitísku vilji til þess að eyða andstöðunni. Svona eyður bara, sko, fólkinu sem er ósammálaður. Bara heldur því þarna niðri. Þetta fyrir mér er númer 1, 2 og 3. Láglaunastefnan þarf að hverfa. Ég er hjartanlega sammálaður, þú varst að tala um mjólk og allt í einu fekk ég ég ætla að reyna að hætta að nota enskuslettur, segir maður endurlit fyrir flashback. Þegar ég og mamma vorum að kaupa G-mjólkurfernu morguninn áður en ég fór í skólan í Nesti, allt í einu eru eitthvað G-mjólk, var það kannski ódýrari en léttmjólkurfernu eða eitthvað, ég veit ekki alveg hvað var að frétta með þessa G-mjólkurfernu. Ég held hún hafi verið ódýrari, einmitt af því að þetta var alltaf svona aðeins slakari gæði, fólk notaði þetta kannski bara til kaffið og eitthvað. Ég held að það hafi verið þannig, sko. Það var svona sérstakt bragð af G-mjólk. Þetta var, já, skemmtilegt Nesti. En spáði líka þessum hugrenningatengslum til dæmis, fullorðið fólk í dag sem alið upp við fátækt og jafnvel örbirgð. Þetta eru líka einstaklingar í dag sem þurfa að bera þessi reynslu með sér. Þetta er líka einstaklingar sem hafa virkilega þurft að berjast fyrir því að fá þá að blómstra á sínu sviði. Þannig erum við viljandi að gera börnum erfitt fyrir að ná árangri í lífinu. Bara við sem samfélag erum búin að taka þá pólitísku ákvörðun að við ætlum að fella sum börn. Bara bregða fyrir þau fæti. Þetta finnst mér erfitt að verja út frá siðferðislegu sjónarmiði. Já, nákvæmlega. Ég er einmitt með mótmæla skilti upp á vegg heima hjá mér sem stendur á fátækt til pólitíska ákvörðun. Það er bara þannig. Sanna, mér langar að spyrja þig svona, nú þurfum við að fara að loka þessu út af tímabundnu fólki og öðru, en mér langar að spyrja þig kannski Sanna, hver eru fyrstu skrefin okkar í því að útrýma láglaunastefnunni? Það er að hækka lægstu laun og það er að tryggja líka að það sé eðlilegt viðmið á milli hæstu og lægstu launa í allan á opinbera geiranum. Þú veist, að það sé ekki eitthvað hæstu laun sé aldrei eitthvað meira en eitthvað X. Ég veit að það eru mjög skiptar skoðanir á þessu, en þetta hlýtur að eiga að fylgjast að, þú veist, að það sé ekki eðlilegt að manneskjan sem fær mestu launin í
bæjarfélaginu eða ríkisstjórninni eða hvernig sem það sé bara með margfalt meira en manneskjan sem með lægstu launin. Þú veist, það hlýtur bara að vera eðlilegt að setja fram þannig launastefnu að hún tali saman einhvern veginn. Og þá þegar að hæstu launin hækka, þá hækka lægstu launin. Þú veist, mér finnst það að vera einhvern veginn bara svona eðlileg krafa að sé eitthvað samengi þarna á milli og þetta samtal þurfa að eiga sér stað. Já, þannig að ef að manneskjan í hæstu stöðunni ætlar að hækka sín laun, þá neyðist hún til að hækka lægstu launin. Nákvæmlega. Sjálftakan skil ykkur. Sko. Það mjög skynsilegt, sérstaklega það sem manneskjan sem getur hækkað hæstu launin, náttúrulega hefur kannski líka bara ákvörðun á hvað varðar lög laun, sín eigin laun. Þannig að þarna kemur allt í einu svo til ábyrgð á því. Þú getur ekki bara hækka launin á ganniðinu. Nei, nákvæmlega. En það sem sagt, útrýming láglaunastefnunnar hlýtur að vera fyrsta forgangsatriði hjá sósíalískum femínistum núna. Mér langar að þakka ykkur kærlega fyrir að koma og spjalla við mig þetta. Ég verð að viðurkenna að ég ekkert eitthvað mjög vel að mér í femínískum fræðum, en þetta mjög áhugaverð umræða sem að við getum tekið lengra síðar. En takk Birna, Eik Benediktsdóttir fyrir að koma og takk Sanna fyrir að vera með mér í spjalli. Þetta var Hinn Reykjavík og mér langar að minna á Sanna, hvernig eru fundur sósíalískra feminista eða Birna, nú man ég þetta ekki nákvæmlega. Hann Sanna. Bara á morgun, það ekki? Mér syns Birna vera á mjút. Það skemmtilega tækni. Já. Ég ekki miðaldra, ég lofa. Bara 2 mínútur, snemmmiðaldra. Það á miðvikudaginn. Og það bæði má mæta í Bolholt 6 í Reykjavík og svo það líka á Zoom klukkan 8. Frábært, annarkvöld miðvikudag klukkan 8 í Bolholti eða Zoom. Já. Bolholt 6, nýja heimili sósíalistaflokksins. Það mjög skemmtilegt og kósí rými. En þá ætlum ég bara að loka þessu og ég þakka kærlega fyrir mig og ég þakka ykkur fyrir að vera hérna og við sjáumst við. Ég allavega verði á föstudaginn í Hinni Reykjavík aftur og tölum eitthvað skemmtilegt. Takk fyrir mig. Takk.